Kæri VFR-félagi, nú komið að því. Kosningar 8. til 12. mars og ég bið stuðning þinn vegna þess að ég vil efla VFR og setja kraft í kjarabaráttuna. Tölum hlutina eins og þeir eru. Við höfum því miður verið að gefa aðeins eftir í kjaramálunum á undanförnum árum, kannski ekki hvað síst í markaðslaunum. En markaðslaunin hafa jú áhrif á mikinn meiri hluta VFR-félaga og launin þeirra. Mikinn meiri hluta. Mér finnst líka vera að skoða til dæmis sjúkrasjóðun okkar. En þar rétturinn komin úr 9 mánuði í 7 mánuði og þetta þróun sem við verðum að breyta. Við þurfum líka að skoða menntamálin, orlofsmálin og þjónustuna. VFR þjónusta að nýtast öllum félagsmönnum? Mér finnst líka stórt og sterkt félag eins og VFR, reynda stærsta stéttarfélag landsins, þurfa að koma með mjög afgerandi hætti inn í stóru samfélagsmálin okkar, eins og loftslagsmál, umhverfismál. Og þar verðum við að gæta því að sá miklu kostnaður sem vinnumarkaðurinn stendur frammi fyrir út af þeim umskiptum sem loftslagsmálin munu kosta, að hann lendi ekki á launþegum. Við þurfum líka að skoða sjálftæknivæðinguna sem mun hafa mikil áhrif á störf VFR-félaga á næsta árum. Við þurfum að komast fyrir vind með hver sú þróun og hvernig við getum brugðist við og búa okkur sem best undir það sem koma skal. En fyrst og síðast vil ég þá hvetja til að kjósa, taka þátt í spennandi kosningu og greiða atkvæði. Atkvæði greitt með mér atkvæði fyrir sterkara VFR og kraftmeiri kjarabaráttu í þína þágu og allra félagsmanna VFR. Það skiptir máli hvað þú gerir. Þú hefur áhrif. Framtíðin núna, taktu þátt í kosningunum. Takk fyrir.